við þetta. Óskar Frank heiti ég og hérna frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og með mér Sigurður Sigurðarson. Hann hérna í salnum, ég veit ekki hvort ég sjá hann á myndavélum. Við ætlum að vera smá kynningu hérna rafmagnsöryggi og hvernig það háttað hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. En hérna í grunninn það þannig að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun með yfirumsjón yfir rafmagnsöryggismálum almennt. Með markaðssetningu raffanga, skoðunar á rafvirkjum, bæði háspennt og lágspennt, allt frá framleiðslu til flutnings og yfir í notkun líka á háspennu. Við erum eftirlit með vörnum gegn hættu og tjóni af völdum rafvirkja, raffanga, truflana af þeim völdum. Og ég ætla að fara aðeins hérna yfir verkefnin sem við erum með, hvernig eftirlitinu með og hvernig leiðbeiningar og aðhald við höfum með þessum og hérna svona hver helstu verkefnin og hver úrkomin og hvað við notum þetta í. Helstu verkefni hjá okkur eins og ég tók svona stutt af það, öryggi raflagna, háspennt og lágspennt, markaðseftirlit, löggilding rafverktaka, staðfesting ábyrgðarmanna rafveitna, svo samning og túlkun regla, reglugerð um rafmagnsöryggi, fræðsla um rafmagnsöryggi og rannsóknir og skráningar slys og tjóni af völdum rafmagns. Öryggi raflagna, háspennt og lágspennta, það kemur mest fram í þeim þeim skoðunarreglum og þeim stöðluðu athugasemdir sem að skoðunarstofunar fara með skoðun fyrir okkur og fyrir rafveituna þegar þau eru að skoða þeirra verk. Þegar það kemur að markaðseftirlitinu þá erum við með þannig að það eru ákveðnar tilskipanir sem við höfum innleitt frá Evrópusambandinu, frá Evrópska efnahagssvæðinu. Það er sem lágspennutilskipunin, samhæfnistilskipunin, innihald hættulegra efna, sem kallað ROS, aftur kallað það. Og það kemur fram í því að við erum með heimsóknir frá skoðunarstofu, faggilda skoðunarstofu sjá eftirliti fyrir okkur. Stofnunin oftast meira dómari heldur en skoðunaraðili, þannig að það alltaf óháðir aðilar sem skoða fyrir okkur. Og það í markaðseftirlit raffanga það farið og heimsótt helstu innflutningsaðila á rafföngum og skoða hvað þeir eru með, hvort það séu með alla pappíra í sambandi við CE-merkingar og eins og segja innhald tiltekna hættulegra efna, hvort þetta sé hvaða staðla vísað í þeirra framleiðslustöðvum, hvort það sé vara sé hæf til notkunar og til sölu á Íslandi. Og þá mikið verið að spá í því að til dæmis innihald hættulegra efna, það sé ekki endilega stakur búnaður sem hættulegur heldur uppsafnað magn af þessum búnaði, þannig að þegar það kemur að farga til dæmis tenglum, klóm, það mikið innihald af hættulegum efnum sem mun hafa áhrif á umhverfið. Einn af hlutunum sem skoðaður, en þetta skilar sig í þessum heimsóknum sem 300 ári, þar sem farið og tekið úrtak úr því sem boðið á markaði. Það gerðum 15.000 skimanir, þá það vöruheitin. Og síðan brugðust við tilkynningum frá öðrum löndum í kringum, frá Norðurlöndunum, frá Evrópu þegar það kemur upp einhver ákveðin vara sem hefur farið í dreifingu sem telst ekki uppfylla annað það staðla sem þeir eru að framleiða samkvæmt eða þá það sé einhver hætta á ferð, þá koma inn brugðust við þeim og í einstökum tilfellum eru sölubönn eða innkallaðir. Og síðan höfum við líka verið að senda í sérstökum tilfellum búnað út til skoðunar sem hefur kannski annaðhvort ekki verið í skoðun hjá Norðurlöndunum eða í Evrópu og viljum láta athuga hvort það sé ekki örugglega uppfylla. Sérstaklega að vara sig framleidd á Íslandi, þá náttúrulega ólíklegt að Norðurlöndin sé sérstaklega að skoða þetta. Og útkoman á þessu einmitt notuð síðan í fræðslu, bæði fyrir fræðslu þeir sem ætla að fara út í framleiðsluna, þeir sem eru að kaupa vörurnar, oft verið að gera skoðanir allir þess á jólaljósum núna í desember. Er þetta að uppfylla kröfuna bæði er þetta CE-merkt, er þetta framleitt samkvæmt staðnum, er þetta framleitt fyrir íslenskar aðstæður, það einn af þessum hlutum. Eftirlit rafverktökum, við sinnum því. Rafverktakar þurfa að fá löggildingu hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun til þess að mega starfa á íslenskum markaði, mega taka að sér rafverktökum, bæði í háspennu og lágspennu. Og hvernig við fylgjumst með því aðallega með því að þegar rafverktakar óska eftir þjónustu frá rafveitunum, þá fer það í gegnum rafmagnsöryggisgáttana eins og kölluð.
Þeir fara, allir rafverktakarnir fara inn á einn stað og leggja inn þjónustubeiðni til vitnanna til þess að fá þjónustu eins og bara spennurof, spennusetningu, þriggjafasamæli, einfasamæli, taxtabreyting líka. Ef þeir eru á köldu svæði þá geta þeir fengið taxtabreytingu og oftast niðurgreiðslu hjá bæjarfélaginu ef þeir nota rafmagn í upphitun. Og þetta kemur inn í staðinn fyrir þessa gömlu tilkynningum upp að verks. Þannig að við sjáum helst snertingar sem við sjáum þegar menn eru að byrja verk eru með gegn þessar þjónustubeiðnir. En síðan koma lokatilkynningar inn líka og þar sjáum við lok verks. En það er ekki allar lokatilkynningar sem koma út frá þjónustubeiðnum. Það eru fleiri tilvik sem að kalla á lokatilkynningar heldur en bara að það er óskað eftir þjónustu vitna og það eru til verkarsreglur um það hvað telst, hvað er tilkynningarskylt og við erum með verkarsreglur á heimasíðunum það. En tökum við sem dæmi nýjasta það þegar sett upp rafbílahleðsla, þá tilkynna þær. Þetta er svo stór breyting á neysluvitin í flestum tilvikum að það þarf að tilkynna það bæði upp á að bara taka ábyrgð á því sem þeir eru að gera. Þetta náttúrulega afmörkun ábyrgðar rafverktaka á því sem hann tilkynnir. Þannig að helsta eftirliti okkar kemur þar inn á nýju verkum með þjónustubeiðnum og lokatilkynningunum. En svo skoðum við einnig líka neysluvitir rekstri og þá átt við húsnæði sem hefur ekki verið neitt rafverk ekki komið nálægt í mörg ár og það bara verið að athuga ástand. Þannig að við skoðum eftir ábendingar frá almenningi og frá rafverktökum hættulegar raflagnir, stundum ofta skoðum það, við tökum ástandstékk á skólum, á leikskólum, sundlaugum, helstum stöðum sem fólk dvelur á eða vinnur við þar sem að það hefur ekkert að segja rafmagnsöryggið og eru gerðar skoðanir og þær skýrslur eru sendar á eigandann, hann er upplýstur ástandi og flestar skoðanir okkar eru úrtaksskoðanir, það er ekki hver einasti tengilskoðun, heldur við tekið dæmi það er tekið aðaltafla, það er tekið auka greinatafla og finnum eftir umfanginu hversu stór neysluvitan hversu mikið skoðað, en þegar ef fyrstu niðurstöður eru slæmar þá skoðað meira, ef fyrstu niðurstöður eru ágætar eða ekkert þá ekki verið að eyða mörgum tíma að reyna að finna, það er ekki gera skoðun bara til þess að finna athugasemdir, það er bara verið að gera ástandsskoðun. Útkoman á þessu þarna að við fáum þessar skýrslur, við fáum ákveðnar athugasemdir og við fylgjum því eftir með rafverktaka þá sendum við á áminningu að það sem þær athugasemdir sem koma fram að þeir beri ábyrgð á að lagfæra þær. Þegar þeir skila inn lokatilkynningu þá eru þeir að kvitta upp á það að þeir hafi unnið samkvæmt reglugerð rafmagnsöryggi, raforkuöryggi og að vinna þeirra sé úttektarhæf. Þegar þeir skila inn ekki, þá oftast skoðunarstofa send annað mánuð eða nokkrum mánuðum eftir á til þess að athuga ástandið, mismunandi eftir hvernig staðan hjá skoðunarstofunum. Og þegar eru alvarlegar athugasemdir þá förum við aðeins lengra og ítrekum út því að þegar eru alvarlegar athugasemdir þá liggur meira við heldur en bara einhver útlitskalli. En ég ætla að sýna ykkur þessar helstu athugasemdir seinna í glerunni. Rafverktakarnir í dag eru 766 í heild. Þar bland af þessum löggildingu A, B og C. A-löggildingar eru fyrir háspennu rafverktöku á almennum markaði, B-löggildingar eru fyrir lágspennu rafverktöku á almennum markaði. Síðan þessar C-löggildingar sem eru afmarkaðar við það fyrirtæki þar sem C-löggildingin fengin hjá. Þannig ef það sé rafverktaki sem vinnur bara hjá Egils, þá getur hann fengið B-löggildingu hjá þeim og sinnir þá bara rafverktöku innan þeirra eign og þá þarf hann ekki að vera með til dæmis eigið verkstæði, heldur hann getur notað verkstæði hjá viðkomandi fyrirtæki. Þá getur viðkomandi fyrirtæki haldið utan öryggisstjórnarkerfið hans og hann ekki beint undir hann og bara hann. Þannig að það gerir aðeins öðruvísi kröfu til C-löggildingar. En A- og B-löggildingar eru það sem eru algengastar. C-A-löggildingar eru á útleiðinni þar sem að C-löggildingar eru undanþá við fyrirtæki sem eru með háspennu og öll fyrirtæki sem eru með sýslu háspennu eru alltaf með ábyrgðarmann fyrir þeirri háspennu, fyrir því verknaði, þannig það óþarf að vera með C-löggildingu umfram það. En þjónustubeiðnar, það eru 5.000 ári, það sem óskað eftir einhverju breytingu á heimdauginni frá veitunni, hvort það sé spennusetning, spennurof, breyting á mæli. Oft eru margar þjónustubeiðnir sem fylgja á eina veitu. Það fyrsti þjónusta óskað eftir vinnuheimtök, síðan óskað eftir
spennusetningu á aðalheimdunni þegar hún komin og þannig að það en yfirleitt fylgir hverju þjónustubeini lokatilkynning þegar að verkinu lokið oftast 1 til 2 ára eftir á, eftir hvað verkið langt. En það á að koma lokatilkynningar fyrir alla þjónustubeinir og fyrir meiri háttar breytingar á raflögnum, hvort það sé nýlagnir eða endurlagnir sem breyta uppsetningu á rafbílahleðslu, breyting á rýmum, það eru með fullt af upplýsingum á þessu á heimasíðunni okkar og rafverktakar sem löggiltir rafverktakar hafa aðgang að þessu og eru með sem part af sínu kerfi flestir allir. Eftirlit með rafveitum, það aðeins öðruvísi heldur með rafverktakunum, þar sem að þeir eru yfirleitt með mjög staðbundið kerfi, þau eru ekki mikið út á markaði. Það bara einn ábyrgðarmaður sem ber ábyrgð á allri veitunni í heild sinni, alveg sama hvað stærðin er, það alltaf einn ábyrgðarmaður sem þá persónulega ábyrgur fyrir rafmagnsöryggi í þeirri veitu sem hann ber ábyrgð á. Þegar þeir eru tilnefndir, þá eru þeir tilnefndir með því að þeir fá bæði fjárheimildir og valdheimildir til þess að framfylgja því rafmagnsöryggi sem þeim ber að fylgja samkvæmt lögum. Þeir gera það með að innleiða öryggisstjórnkerfi sem að næri utan allan reksturinn hjá þeim, allar verkfallsreglur á staðnum, öll listir, öll virki, bókhald utan öllu verk og allar viðgerðir sem eru framkvæmdar. Og ásamt að það eru ákveðnar skoðunarreglur tíðni skoðun á þeirra virkjum. En helsti munurinn á eftirlit með rafveitum og rafverktökum er það að rafveitur tilkynna sjálfar hvað þær ætla að skoða. Það setja í áætlun hvað ætla að skoða. Allar virkjanir skoðun á 5 ára fresti, allir dreifistöðvar skoðun á 10 til 12 ára fresti eftir hvort þessi yfirbyggðar eða ekki. Það sem ekki yfirbyggðar eru þá á 10 ára fresti. Allar háspennulínur, þetta jarðtengikerfi, þetta allt skoðað með ákveðnum tíma fresti og hluti af þeim verður sem kallar ytri skoðunir, sem þýðir að þær skýrslur berast til okkar til að sýna fram á hvernig staðan er hjá þeim og við förum yfir þær niðurstöður og óskum eftir úrbótum. Þannig að þeir sýna fram á hvernig þeir lagfæra þær athugasemdir koma. Og það sem ég vil nefna með þessar skoðanir hjá rafveitum og skoðanir á rafveitum, þetta er engin áfellisdómur, þetta er bara verkefnalisti sem skapast. Þetta er bara hlutir sem að voru ekki réttir við þessa skoðun, þetta er hlutir sem þurfa að hafa í huga þegar að fara að vinna frameftir, það þarf annað að laga það sem er að og svo þarf að hugsa út í það hvort að eru önnur verk sem lenda ekki í skoðun sem að eru kannski með sömu athugasemdir sem þarf að skoða. Við skoðum ekki allar tilkynningar rafverktökum, það er tekin úrtak úr því líka. Yfirleitt 1 til 2 skoðunar á ári hjá flestum rafverktökum, þeir sem eru minna vinna, það getur lent í sjaldnar, þeir sem eru mjög duglegir, það getur lent í oftar, það er bara ákveð hlutfall, fer eftir eðli neysluhlutum sem er tilkynna. En það er svona smá eftirfylgni með þessu að sjá hvað úrbætið gerið, meta þær með við þær reglur sem er gildi, hvort það sé í lagi og benda á þá hvað betur má fara í þeim úrbótum sem við fáum lýsingar á. Árleg upplýsingarsöfnun er frá rafveitum og hverju ári við fáum upplýsingar framkvæmdaáætlun, hvað þeir eru að fara að gera, hvað hafa þeir gert, hvað ætlar að skoða mikið á, hversu margar skýrslur megum við búast við að fá og hvernig virkið er það og hvernig þeim hefur gengið að gera þær úrbætur sem þeir eiga að gera, fá upplýsingar úrbætaskýrslur og það er hlutverki okkar að fara yfir það. Fjöldi rafveitna í dag er 118. Það eru skilgreining á rafveitu er fyrirtæki sem flytur, dreifir, framleiðir eða notar háspennu. Þeir sem nota háspennu eru oftast kallast iðjuver. Þeir eru teknir sérstaklega, gera sérstaklega reglur þá en það er framleiðslan, flutningur og dreifingin sem helstu rafveitur eru með. Það eru 51 ábyrgðarmenn skráðir fyrir því, þannig að það eru fleiri rafveitur en ábyrgðarmenn en það er reglan í það að ábyrgðarmaður getur með marga veitur undir sér, það má aldrei vera meira en 1 ábyrgðarmaður á hverju rafveitu fyrir sig. Það eru dæmi um það eru ábyrgðarmenn sem eru með margar virkjanir, smávirkjanir undir sínum hatti og sinni þeim sem partur af sínu starfi. Og síðan eru við með ábyrgðarmanni fyrir eins og Landsnet og Rarik sem er bara ein manneskja sem ber ábyrgð á allri vitinu sinni en er þá náttúrulega með starfsmenn og fulltrúa til að deila ábyrgðina og það er þannig. Og þetta er náttúrulega mikil ábyrgð að bera en þeir takmarka sína áhættu með því að vera með öryggiskerfi sem er þannig spottjætt. Því betra sem það er, því meira takmarkar áhættan sína. Ef að setja verkfallsreglur og verklýsingar á flestum verkum sem að vinna innan rafveitu og allur aðbúnaður eins og nú að vera og öll verkfæri til staðar, þá er áhætta ábyrgðarmanns
næstu því nú eina sem stendur eftir mannleg mistök og bilun í búnaði. Og það eru síðan til öryggisreglur sem taka á því hvernig má ennþá meira takmarka á áhættu. Árlegu skilyrði sem myndast á hann eru janúar til apríl hvert ár. Það við óskum eftir upplýsingum í janúar og þeir fá ákveðið frestlega til að skila sig og síðan flestallir búin að skila innan í apríl. Stundum tefst á þetta því að það vantar upplýsingar í kerfi hjá þeim eða þá þeir að bíða eftir einhverju niðurstöðu. En við fáum til okkar til yfirferðar 200 skoðanir á ári. Það eru 5-10% af skoðunum, þannig að það má alveg sjá að það eru 24.000 skoðanir sem framkvæmdar hjá rafveitum árlega. Til mótvægis þá erum við hjá rafverktökum, þá eru það alltaf 1500 skoðanir held ég árlega sem við förum í, ef ég man rétt. Og við fáum tilkynntum 70 rafmagnsatvik á ári. Og rafmagnsatvik, við ferum aðeins betur í það en eftir, en það eru þegar eru sem sagt varasamt ástand sem getur orðið hættulegt, hættutilvik, eitthvað gerðist, var hættulegt en það var engin skaði eða ekkert slys og síðan það sem eru óöfn. Það varð slys, það varð annað slys á fólki eða það var skaði á búnaði eða eitthvað skemmtist. Við fáum árlega 5 nýjar rafveitur eða það skiptum ábyrgðarmenn hjá starfandi rafveitum og meðan 1 var hætta starfsemi. Nýjar kannski þegar vindmyllunar hættu starfsemi með mismá sprengihraði. En öryggisreglurnar 5, það koma frá orðsendingu 1 1984 sem ennþá í gildi í dag. Stendur þetta til með að skipta út fyrir staða sem fjallar það sama. En þessar reglur eru það sem við beinum að bæði háspennum og lágspennum. Að með því að fara til þessum öryggisreglum þá má útiloka næstum því öll slys. Það alltaf stendur út í mannleg mistök og bilun í búnaði en með því að fara til þessum öryggisreglum byrja á þau fullrjúfa. Við vissum að það sem ætlar að vinna sé ekki tengt spennu. Tryggja eitthvað innsetningu, vera vissum að það ekki getur slegið sig inn og með þú ert að vinna við þetta. Sannreyna spennuleysið, tókstu réttan búnað út, var rófum rétt merktur. Einn nemandi sem ég fær með þessa kynningu líka fyrir skólanum og einn nemandi sagði þetta meistarinn hennar, sagði byrja alltaf að mæla eitthvað sem þú veist spenna, að mældu síðan það sem þú ert að vinna við. Það getur fullt í dag að bæða mælinu virki og það þú tókst út réttu búnaður útlistur. Síðan kemur 4. skrifið, jarðtengja og skammhleypa sem á meira við háspennuna heldur en lágspennuna en þeir eru farnir að beita þessu líka í lágspenninni. Þarna kemur mjög mikilvægt að ganga þannig frá þessu líka. Við fengið tilkynningar frá Norðurlöndunum, fengið 2 menn sem létust held í fyrra frekar en hitt í fyrra þegar það var búið að leysa út háspennulín sem var átt að fara að vinna við en það var span frá annar línu í rekstri við hliðina. Ég er ekki viss hvort það hafi verið spenna sjálf eða hvort það fallið frá línu hafi verið sem olli afleiðingunum en það mikilvægt að fara eftir öllum reglunum 5, ekki bara fyrstu 2 eða fyrstu 3 ár. Þetta byggir ofan á hver öðru og þegar þetta gert í ákveðin röð, þú bæði ferði í röðinni þú ert að tryggja spennuleysi og svo þú ert að ganga tilbaka, ert að fara að setja spennu aftur á, þá ferði það sömuleið tilbaka. Margar veitur að bæta við nokkrum skrifum við viðbótar þar sem með skráningar og spennuverði og ýmislegt annað sem bætið við, en þetta svona grunnreglunar. Og að þeim 5. skrifið, klæða og girða nálega spennu hluti. Ef þú getur ekki gert hlutin spennu, takt einhver auka skrif til þess að minnka áhættuna að þú getur komist í þennan spennu á hlut. Að girða af eða einhverjar framkvæmdir til þess að tryggja ykkur. Það enginn sem tryggir ykkur betur en þið sjálf, það enginn sem ber ábyrgð á okkur nema þið sjálf. Þegar það kemur að því að þau vinnubrögð sem eru beita akkurat á þeim tímapunkti sem þau eru við unnið þetta. Þannig eru aðilar sem ber ábyrgð á okkur faglega, hvort það sé ábyrgðarmenn eða rafverktakar eða meistarar eða fyrir eftir hvar þeir eru í náminu, hvort sem fullærið eða ennþá í náminu. Það einhverjir sem ber ábyrgð á okkur sem vinnuveitandi og ábyrgðaraðili en það enginn sem tryggir ykkur betur en þið sjálf að vera viss að þau vinnubrögð sem voru framkvæmt séu rétt. Þannig að það helsta sem við viljum koma á framfæri með þetta, öryggisregluna 5, það kannast flestir við læsimerkja prófa og það byggir það sömu að tryggja gegn innsetningu. Þetta allt skref í sömu aðgerðarröðinni. En hluti af því mælingar. Við erum nýlega að gefa út nýjar leiðbeiningar við mælingar
áður fyrir hafa verið til reglur hvernig á að mæla í lágspunni, hvernig á að mæla í háspunni, hvað á að mæla. En við höfum gefið út nýjar leiðbeiningar sem fara nánar út í hvernig sú mæling framkvæmd, til hvers hún, hvaða tæki átt að nota. Þetta allar þessi upplýsingar opið á heimasíðunni hjá okkur. Þessar eru með þessa frétt sem átti að vera send út allar rafverktaka. Við heldum hafi borist flestum en þetta á heimasíðunni. Og þar kannski farið meira af hverju að mæla spennu, af hverju að mæla hringrásarvinna, hver tilgangur með þessa mælingu. Þetta eitthvað sem menn við að sleppa? Við viljum helst ekki að menn sleppa þessu og biðjum þessar mælingar alltaf þegar menn gera lokatilkynningar til þess að tryggja það að þetta heilsufarstékk á neyslueitrun sem ganga frá. Þú ert síðasti fagmaður á staðnum. Við getum ekki ætlast þess að eigandinn viti það mikið rafmagni þegar þótt hann eigi þetta og rekur þetta. Þá kannski meira í heimilum og fyrirtækjum, en þetta ef það kemur upp að spennan á flökti, þá getur verið eins og gerast í Garðabænum, það getur verið laust 0, það getur eitthvað brunnið yfir, það getur verið lélegar tengingar. Hringrásarvinnumiðið segir nægileg, eru útleysisskilyrði, nógu mikið skammleyssafn til þess að leysa út búnaðinn innan þess tíma sem hann að leysa út. Skiptir máli hvort það sé hringrásarvinna neysluveitu, þú ert að mæla í tengli, eða í aðaltöflunni, þú ert að mæla í töflunni, eða þú ert að mæla í rafveitunni. Jarðskautið það lélegt að það nær ekki að slá út ef að pen rofnar. Svona ýmislegt sem að fagmenn geta lesið út úr bara einföldum tölum sem eru mældar. Við hvetjum alltaf að mæla frekar meira heldur en minna. Það ákveðna kröfur gerðar til dæmis á samkvæmt staðli á uppsetningar og varbúnaði. Þú ert alltaf að vera viss að varbúnaði virkar þegar þú gengur frá honum. Þess að bílansarhrúfana þú mælir hversu fljótt þau að fara út og hver spennuhækkunin var. Með sjálfurinn, þú mælir ekki allar hvernig þeir fara út, en þú mælir hver skammleyssaflið til þess að sjá þetta nóg til að leysa út B-lið það var, en C-lið og D-lið fyrir eftir hvað alltaf búnaðin hverju sinni. En við hvetjum alltaf mæla meira frekar en minna. Síðan eru þessar helstu athugasemdir sem hafa komið út. Þetta nú kannski ekki alveg stærsta letrun sem við fundum reyna að koma svona topp 15, topp 10 athugasemdum sem komið kannski ekki allir sem vita hvernig flokkurinn en þetta flokkað í fyrsta, annan og þriðja flokk, þar sem að þriðji flokkurinn alvarlegastur. Fyrsti flokkurinn yfirleitt mætti segja útlitsgalli, eitthvað sem betur að fara, eitthvað sem ekki líklegt til þess að vera hættulegt núna, en getur orðið hættulegt seinna meir ef ekki gengið við frá, ekki klárað. Þar sjáum við að það algengast rykruðsla og óhreint í töfluskáp. Eitt og sér gerir þetta ekki mikið, þetta náttúrulega bara hversu faglegir ætla ekki að ganga frá eins og þið vil ganga að þessu. En við séð dæmi það þegar ekki það langt síðan við fengum frá rafverktaka sem komið til okkar bílunströms var og nokkuð sjálfur og safnskipni fast saman og sýndi okkur það sem hefði komið, það sem hefði bránað á milli bílunströmsfámans og sjálfsvarsins. Og við vorum að reyna að finna út í hvað hefði getið farið útskeiðis og þar sáum við að það var smá ryk í þessu og það var alveg svona svarf og svona afklippur sem hefði dott hann á milli. En það náttúrulega hefði strax eitthvað gerst þegar spennusettu ef það hefði verið vandamálið. En þetta blandað við raka sem safnaðist upp sem seinna meir, hvort það hafði sakkað eða hvort það hafði, nú veit ekki alveg hvað tala var, en það var alveg nóg til þess að það var augnabliks skamlega ljósbogi sem breytti varið og skildi þetta vondarlíkt. Allt virkaði þá, en þegar eigandinn opnaði töfluna þá sá hann þessi ummerki og fannst þetta ekki náttúrulega vera rétt frá gengið. En sambland af mörgum athugasemdum í fyrsta flokki getur verið alveg alvarlegt og í þriðja flokki eða öðrum flokki. Svona merkja svona gula bletti við, þetta allt það sem eru merkingar. Merkingar eru mjög algengur athugasemdir. Það sé ekki samræmi milli merkingarna í töflunni og búnaðurinn og tekníkum. Hvort það sé eitthvað galli á spennumerkingar sem þetta TN-kerfi, er þetta TNC, TNS, er þetta TT-kerfi. Er þetta á gömlu svæði sem búið að breyta í TN en stendur þetta TT á töflunni. Þetta svona ýmislegt svona minni háttar athugasemdir en eru geta haft áhrif ekki alltaf fyrir þig heldur fyrir næsta mann og fyrir neysluveituna ef margar athugasemdir til. Þessi merkt blátt við líka staðlaði texti dæmingar ekki til. Þetta eru athugasemdir þegar skoðunarmenn komu með eitthvað sem ekki endilega akkúrat samkvæmt þessu skoðunarreglum en hluti sem mega fara betur, sem ekki bara bein grein hægt að vísa í og einnig líka hafa komið nýjar dæmingar sem ekki komnar í
í listan sem með núna í gildi inn í þeim kerfum sem þeir nota til þess að fylla út skýrslurnar, en koma líklegast inn með uppfærslu núna eftir áramót. Þegar þeir fara að vinna frekar eftir HT yfir 63-64, sem nýju útgáfu frekar eftir IST 200 sem setja síðan 2006. Annar flokkurinn, það sem getur verið hættulegt. Ekki endilega hættulegt núna en líklegt þess að verða hættulegt. Það sjáðu aftur gulu merkinga, það langalgengast merkingu búin að vantaði. Kannski það gott að taka fram að þetta eru athugasemdir úr 15.000 skoðunum. Hver athugasemd getur átt við fleiri en eitt atvik. Þetta bara athugasemd sem kemur fram í skýrslunni. Við höfum séð athugasemdir sem geta átt við 10 skápa, en svo kemur ein athugasemd eitt skáp og síðan getur komið 10 athugasemdir 10 skápa. Þannig að það er mismunandi hvernig skoðunarmenn vinna þetta. Hvort þetta hvað á við fyrir eftir umfangi veitunar ef með mjög stórt iðnaðar með að 10 tenglar af 1000 kannski ekki stór athugasemd en þetta er samt telur allt saman. En það er langalgengast eins og 3000 athugasemdir með merkingar og það er bara merkingar búin að vanta síðan 2000 að þessi ófullkomlega röng, svo vantar hvort það sé nauðsynleg og spennukerfismerking vantar. Þetta er ýmislegt sem safnað saman en þetta er langalgengasta merkingar sér í lagi. Það er oftast einfalt að redda því að maður er sendur af stað með merkivél og því redda og það er einmitt helsta úrlausn sem við sjáum frá rafveitunum þegar þeir svara fyrir athugasemdirnar. Þeir fara inn á heimasíðuna sem að þeir fá tilkynningu í að það er sama stað og þeir gera lokatilkynningarnar. Þá fá þeir notiferingu að það er komin athugasemdir sem þeir eru að svara fyrir. Þar lýsa þeir hvernig þeir lagfæra þetta og helstu lagfæringarnar sem við sjáum einmitt að það er bara ný merking sett á, mjög einföld, mjög ódýr lausn. Það er að gera mikið en stundum athugasemdir sem koma mjög erfitt að leysa úr en þá segir við að þú getur ekki lagfært þetta núna, gerðu ykkur ráðstafanir til þess að takmarka áhættuna þangað til þetta full lagfært. Það gildir bæði fyrir háspuna láttuna, það er bara sem atvik eru þannig að það er ekki hægt að stökkva til og lagfæra þetta því að kannski vantar bíða eftir búnaði eða þá þarf að fara í flóknari aðgerðir til þess að lagfæra. Þá þurfum menn að takmarka áhættuna meðan ástandið er. Það er kannski mest við þriðja flokkinn sem er það sem er hættulegt núna, getur valdið bruna eða slysi núna. Og þar kemur inn algengast að málstreymi vars of hár með við gildleika lagna og þessi atvik kemur þess að tvisvarinn. Ég ætla bara að segja tvisvar. Já, það kemur tvisvar þarna erum við að vinna með gögnin sem við fáum með, við erum með margar skoðunarstofur og þegar þau hefur skilað inn þá hefur við verið auka bil fyrir aftan lagnar hjá annarri skoðunarstofu en ekki á hinni, þannig að þetta kemur tvisvar inn hjá okkur. Það kemur þarna þessi rauðu bútan, þetta er eiginlega allt sömu vöru, allt sömu athugasemdir, bara mismunandi hvort að hönnunin sé þannig að málstraumurinn sé of hár með við hönnuna eða hvort að bara þessi búið að setja of stórt var í varhölduna fyrir gildleika lagnar. Þannig að gefa þig læf kannski. Nei, það er ekki að gera neitt. Er þetta spurninga eða er bara að mjúta eitthvað? Ja, ég held bara frá. Við sjáum líka staðlaði texti dæmingar ekki til. Þarna kemur inn nýlega þegar þessar reglur eru skrifað þá er ekki komin neitt utanum hleðslu rafbíla. Og þarna eru mjög hratt að koma mörg tilvikum það er engin varbúnaður fyrir þessar hleðslu rafbíla eða þá er ekki rétt frá gengin það settur A-liði eða A-liði þar sem á að vera A-liði með viðbótarvörn eða B-liði. Það er verið að setja margar hleðslustöðvar á einn liða frekar en ein per liða. Ýmsar svoleiðis athugasemdir sem kom inn og það komaði inn út af því þetta eru stikkorðin, þetta eru gátorðin. Við baku hver einastu athugasemd er síðan ítarlegri lýsing á oftast í hvaða töflu, hvernig aðstæðuna sem að skoðunarmenn lýsa betur hvað betur mátti fara. Og við allar þessar athugasemdir sem eru staðlaðar þá eru tilvísanir í staðlaðar reglugerðum hvað má finna á grein sem segir að hlutinu eigi að vera öðru sætt en að voru í raun. Það er rökstuðningur baku hver einastu athugasemd. Og það er nú oft þannig að stundum vilja skoðunarmenn gera athugasemdir sem kannski ekki rétt á sig en þeir eru náttúrulega líka hvað með þess að við og menn gera mistök og þá eftir heyrum við oft haft samband við okkur þetta og við
reglunar hjá okkur eru þannig að fyrst á rafverktakinn að tala við skoðunarmanninn, koma með sín rök á móti hans rökum og annarkvort skoðunarmaður sammála honum að já, þetta er rétt hjá þér, þetta er réttar eins og þú ert með þetta, eða þá að þetta passar ekki alveg við það sem stendur í reglunum og þegar að það er ekki sætt í þar, þá sér skotið til okkar hjá stofnunum til þess að fara yfir rök beggja aðila og hvað stendur í reglugerðinni og hver endileg niðurstaða skal vera. Ef að skoðunarmaðurinn sammála rafverktakanum, þá afturkallar hann skoðunarskýrsluna og tekur athugasemdina, annaðhvort tekur hann alveg út, eða þá að eins og gerir stundum að athugasemdin á ekki við verki sem var skoðað, heldur var athugasemd sem átti ekki við akkurat það sem rafverktakinn tilkynnti. Þá fer það oftast sem athugasemd til húseiganda, því að athugasemdin ennþá gild, hún bara ekki á verki á rafverktakanum. Þegar þeir skoðanir í rekstri, þá náttúrulega eru allar athugasemdir beint á húseigandann þegar þetta rafverktakan sem var 10 ára síðan, eða fyrir 10 árum. Þannig að það nú þannig. Þessar upplýsingar eru opnar hjá okkur á vefnum núna. Við erum búin að útbúa tölfræðisíðu á heimasíðu HMS, þar sem hægt að sjá allar þessar athugasemdir, sjá fjöldan af þeim, lifandi gögn, þetta uppfærist við hver einasta skýrslu sem kemur inn, það bætast við í fjölda athugasemda. Það er að flokka þetta niður eftir alvarleika, eftir árum. Það er að sjá hvernig þróunin til dæmis eins og með staðlatext dæmir ekki til, það sem á við hleðslustöðvar, sést að það kemur inn strax bara upp úr 2019. Þegar það byrjar að fara þessi rafbíla hleðsluvæðing. En aðrar athugasemdir eins og með tölum bara neonljósin, þau hafa ekki komið athugasemdir það í bara mörg ár. Ef það sé einhver til einhver athugasemdir það í kerfinu okkur, en það það líklegasta leiðin út úr stöðlu athugasemdum, þar sem það ekki lengur staðlað það en séum við þannig búnað. Síðan þegar að rafmagnsatvik og slys, tilkynningar af þeim og hvernig útkoman því, bæði rannsóknir og tilkynningar sjálfar. Við sjáum hjá mér á töflunni að tilkynningar rafmagnsatvik eru frekar margar hjá rafveitum. Þetta eru upplýsingar frá 2013. Þá á síðustu 9 árum hafa komið 520 tilkynningar á rafveitum og þeir tilkynna bæði slys og hættutilvik og varasamdrátt. Það partur af, þeir þurfa að gera það samkvæmt lögum, þeir þurfa að láta vita allt sem varasamt í þeirra rekstri til þess að skoða hvaða aðstæður eru þarna á staðnum til þess að bregðast við þeim. Og í þeirra tilkynnaði líka hvaða úrbætur þeir fóru í. Ef það var slys eða varasamdrátt, hvað það að gera til að koma með fyrir að verði fleiri slystilvik. Rafverktakar eru ekki með sömu tilkynningarskyldu til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, þeir eru aftur á móti með tilkynningarskyldu til Vinnueftirlitsins, þar sem þeir tilkynna slys og atvik eftir hvort það sé menn sem meiri nýta frá að vinna eða ekki. En til okkar hafa aðeins komið 3 tilkynningar, 2 af þeim voru slys, en aðeins 1 af þeim var rafmagnsslys, það var raflost eða ljósbogi sem var olli slysinu. Meðan hin slysin eru atvikin sem eru, það hjá rafveitunni 42, þetta eru slys sem verða í rafveitunni, en eru ekki endilega vegna rafmagns. Það getur verið að menn eru að einhverja kapal og skera sig. Það getur verið eitt tilfellið að maður að fara inn í dreifistöð, rasar dyrakarminn og dettur ansið nálægt spennuhafa skinnu eða rófum. Það náttúrulega slys í sjálfum sér, en það var ekki rafmagnsslys sem slíkt. Þannig að þið sjáum að við fáum ágætis mikið af tilkynningum og flest vinnuslys sem eru alvarleg sérfræðingur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnuninni og rannsakar með Vinnueftirlitinu. Vinnueftirlitið hefur lagalega skyldu til að rannsaka slys og þeir óska eftir aðstoð frá stofnuninni þegar að þeir telja sig þurfa á því. Það ekki Húsnæðis- og mannvirkjastofnunin ekki með eins og dagurinn í dag skyldu á að rannsaka hvert einasta slys, en við reynum að rannsaka allt sem við komumst í. Bæði upp á að sjá hverjar voru aðstæðurnar sem að ullu, eða hverjar voru aðstæðurnar á staðnum sem urðu til þess að það gat orðið slys. Þess vegna það minnist ég eins og á öryggisregluna 5, ef það sé búið að fara eftir öllum 5 reglunum, þá á að vera búið að útiloka flest tilvik. Og þá þetta að tala að fara eftir öllum 5, ekki bara 3 af 5, ekki bara 4 af 5. Nær öllum slysum sem við höfum komið að eru margir hluti sem hjálpast að sem við að valda slysinu, eða verður komið í veg fyrir að aðstæðan að verða þannig að verði slys, verður óhapp.
Þannig að það er aldrei einn hluti sem rústir, það mjög sjaldan. Það yfirleitt bilur í búnaði þegar maður stendur upp við hann sem veldur því eða þá eins og þessi mannlega slys. Við erum að greina þessi atvik niður í bæði mannleg og tæknilega bilun, hvort það sé við uppsetning og viðhald eða bara notkun og rekstur. Uppsetning og viðhald er alltaf þegar verið að breyta ykkur. Það er verið að bæta nýtt við eða gera gamalt. Það er ekki bara verið að nota búnaðinn. Og notkun og rekstur er eins og segi, það er bara að nota búnaðinn. Það getur verið röng notkun á búnaðinn, það er samt sem verið að nota búnaðinn. Við höfum fengið það er partur til þess að rafmagnsbrunum, röng notkun á eldavél er þegar þú gleymir pottinum á henni. Það er eftir með rafmagnslit sem að nota vitlaust. Það telst að vera röng notkun. En við sjáum á þessum tölum að rafmagnslýsin eru með 9 ár, þau eru ekki með mörg. Það stendur til með að gefa út stærri skýrslu sem er farið yfir öll rafmagnslýs sem eru skráð hjá okkur aftur til 1986 held ég. Það sem er farið lauslega yfir hvert slys, hvað gerðist, hver orsökin er talin og hverjar afleiðingarnar eru. Það kemur líklegast út á næsta ári, en það stendur til að gefa út svona lýsingar, stuttar lýsingar á öllum svona atvikum. Það hefur verið ákveðið því að við lýsum betur hvernig slysin eru, hver greiningin var á því hvað olli, eins nálægt við getum farið á þess að brjóta persónuverndarlög, á þess að það hafi bein áhrif á þeir sem verða fyrir þessum hlutum. Því eins og við segjum oft við erum ekki rafmagnslögga, við erum eftirlitsaðili, aðhaldsaðili, við veitum leiðsögn og fræðslu. Ef einhver lendir í atviki þá er það sá sem lendir í atvikinu sem kærir það sem olli atvikinu. Það er vel þannig sem það er. Þegar rafmagnslýsing, það er ekki stofnun sem fer eftir ykkur. Það er búin stofnun sem ýtir á eftir ykkur til þess að fá úrbætur þegar eru komnar atvikssyndir. En það sem við höfum lagt með þessu er að við viljum hvetja menn að tilkynna meira. Við fáum mjög lítið tilkynningar á rafverktökum, rafvinnafólki. Það vita allir í faginu að það fari einhver straumi upp utan hver einasta degi. Hversu alvarlegt það er mismikið. Flestir tilkynna ekki út af því að þeir bara fyrst að segja að þeir hafi verið það vitlausir að fara með puttan á rangan stað. En við viljum frekar hvetja fólki að tilkynna. Við erum með á heimasíðu okkar er hægt að tilkynna, bæði með nafni eða nafnlaust. Þá er það bara skráð. Þetta er notað í tölfræði, þetta er aldrei notað til þess að bera upp á menn eða að fussa að segja. Þetta er aðalega notað í fræðslu til að koma í veg fyrir slysinn. Og því er gott að fá lýsingar á hverju voru aðstæðunar á staðnum þegar þetta var til. Það er aldrei hugsa hvernig var þetta. Það er útlæði með þessu að fá tölfræði sem getur byggt á þetta. Þetta er ekki með að brota rafmagnslýsin sem verða hverju ári. En það er aðalega þessi alvarlegu sem við sváum til okkar. Síðan í lokin ætla ég að fara þessi réttindi rafvinnamanna. Það er dálítið hræringur til þessu og það skapar það að því að það eru 3 lög sem falla réttindi rafvinnamanna og elstu lögin eru lög handina, iðnaðarlögin gömlu, sem segja að undir í hverjum iðnaði skal vera meistari sem er forstöðu. Það þarf að vinna allt undir leiðsögn og forstöðu meistara. Þannig að allir nemar og sveinar þurfa að vinna undir forstöðu meistara. Síðan koma lög mannvirki sem segja að allir í öllum byggingar, í öllum verkþáttum í mannvirkjagerð þarf að vera löggiltur iðnmeistari. Þessi 2 lög taka á meira heldur en rafvinnamönnum, heldur taka á bara öllum iðnmeisturum. Segja það að ef þú ætlar að vera á byggingarleyfi og bera ábyrgð þá þarf það að vera löggiltur iðnmeistari. Og til þess að starfrækja þína eingrein þarf það að vera meistari. Síðan koma þessi sértæku lög sem eru lög öryggi raforkuvirkja, neyslu og raffanga, þar sem löggilding rafverktaka kemur fram. Og þar er bara ein grein sem segir bara hreint og beint. Þeir eini sem hlotið hafa löggilding húsnæðis- og mannvirkjastöð rafverkana starfa mega bera ábyrgð á setningu, breytingu eða vikinu virkja. Þannig að í grunninn er það þannig að aðeins löggildir rafverktakar geta ekki ábyrgð að vinna við raflagnir. Það er einu sem mega taka að sér verktöku. Og öll vinna hjá löggildir rafverktakar þar undir forstöðu rafverkjameistara. Oftast er þetta sami aðili, en það eru tilvik þar sem eru löggildir rafverktakar sem hafa farið þá eru bara tækni og verkfræðingar, ekki með sveinsprófi rafvirkju. Þar leiti ekki iðnmeistarar, en þeir þurfa þá að hafa í vinnu og segja einhvern iðnmeistara til þess að uppfylla ákvæði lögum handina.
Okkar stofnun bara með lögum mannvirki og lögum öryggi rafvirkja undir okkar hattu, undir okkar eftirliti. Þannig að við erum ekki út á mörkin að fara eftir þeim sem eru ófaggildir. Það ekki hjá okkar stofnun, en við aftur á móti þegar við fáum að vita menn sem eru á auglýsingu sem til rafvirkja, þá höfum við samband við þá, bendum þeim á. Það eru lög þetta, að þeir eru hugsanlega brotlegir og gæti lent í vissumtafi. En það með lögum handina, það kæra til lögreglu og eru fagfélög mjög dugleg að kæra þegar þeir komast að svona og fara með í vinnustaðeftirlit eftir sem ég skil best. En þetta þessi, við viljum útskýra þetta, það sem við viljum koma fram með ef þú ert löggildur rafvirkjaki, þá máttu taka það verk, þá máttu vinna vinnuna ef þú ert iðnmeistari eða undir leiðsögn iðnmeistara. Ef þú ert ekki löggildur rafvirkjaki, þú ert bara löggildur iðnmeistari, rafvirkjameistari, samkvæmt lögum mannvirki, þá máttu skrá þig á byggingarleyfi. Þú getur verið skráður fyrir því, en síðan þegar það kemur að taka ábyrgð á vinnuðinni, þá þarftu að vera löggildur rafvirkjaki, þannig að þú þarft annaðhvort að fá löggildan rafvirkjaka í samvinnu með þér eða vinna fyrir þig. Þetta dálítið svona spagettí, en það sem við beinum menn að fara bara beint í löggildingu rafvirkjaka, út af því að ef þú ert löggildur rafvirkjaki þá uppfyllirðu sömu skilyrði og eru gerð í lögum mannvirki. Þetta eitthvað sem þarf að, þeir sem sjá lögin þurfa aðeins að samræma þetta betur í framtíðinni og það alltaf stefnt á því, en það stundum erfitt að breyta lögum. Það að breyta reglugerðum og sérstaklega þá eða verknaðsreglum. Þetta það svona helsta sem við viljum kynna í dag og sýnist að við ekki eitthvað tíma fyrir spurningar, þannig kortir. Eitthvað spurningar þetta sem sáttir við þessar upplýsingar. Varðandi mælingar, Guðbrandur ég. Varðandi mælingar mætti ekki bæta við þannig að afturmæla straumana í pen á leiðinni út á spenni sem að skipta sér stóringið. Já, þú ert að tala flökkustraumana, svona helst og og bara, já. Það eiga að skera sig út á spenni en gera það ekki, þeir skipta sér. Og til þess að við rétta það af þá setjum við straumbinni eftir að hafa mælt hvað að gerast í kerfinu. Já, þetta endurtaka spurningar fyrir þá sem eru á netinu að þú spyrir hvort það eigi ekki að vera meiri leið. Þannig að mælingarnar við ykkur, mjög góðar, appmælingum. Já, bæta við appmælingum við okkar leiðbeiningar og kröfur mælingar til þess að núllstraumana á pen. Það mæla núllstraumana á pen, já. Og til dæmis eða þá fara niður samkvæmt stöð. Jú, við leiðréttum við með straumpinni, eins og þú veist náttúrulega. Já, það eins og segir, það við með leiðbeiningar svona helstu mælingar sem þið þurfa að skila fyrir lokatryggingar, en við erum einnig að búa til leiðbeiningar mælingar við önnur atvik, ef að menn lendi eins og þú segir, að straumurinn að fara aðra leiðar en áfara, hann fer út fyrir pen, fyrir jörðina, flökkustraumarnir, áhrifin af harmonískum yfirtónum. Það eru til leiðbeiningar í IST 200 í nýja stafn. Þeir eru búin að fílefla við 7. kafli mælingarnar. Þar eru komin mjög ítarlegri leiðbeiningar mælingar heldur en við gefum út í okkar leiðbeiningum. Þar ertu komin mjög dýpra í fræðina frekar heldur en þessar hefðbundnu mælingar sem rafvirkjar gera þegar þeir eru búin með sín verk eða jafnvel þegar þeir eru í bílagreiningu. Og það kannski mest í bílagreiningu sem þetta kemur var gott með leiðbeiningar. Við ætlum líka að útbúa aðeins meira við leiðbeiningar okkar að hvað eru svona eðlilegar tölur sem að búast við hvenær hversu mikið frá, ef þú færir einhver svingla mælingar, hvað telst eðlilegar mælingar við svona eðlilegar ástæður? Ef þú farin að fá hátt viðnám í hringrásarviðnáminu, hvað átt að gera? Hvað óeðlilega hátt í hringrásarviðnáminu? Hvað óeðlilega mikil straumur í? Það eðlilegasta að núllstraumarnir skili sér út á spenni, en gera það ekki. Það það eðlilega í kerfinu. En í öllu kerfinu, bæði í Reykjavík og víðar, þannig í Urriðaholtinu, þar þeir ekki gera það. Þess vegna veldur þetta bruna. Já, það náttúrulega kerfið. Leiðarinn hjá Rafvirkjun á grannur. Það vandamálið.
Núllegar í þessu tilviki þarna var eitthvað sem hefur verið að hjá þeim, hvort það hafi verið núllegar sjálfur tengingin eða mismunandi álag. Svo hefur verið þarna þegar það setja bílahleðslunar alltaf sama fassan, þannig að fer álagið á flakk, sko. Það er aldrei jöfnu álagi í íbúðakerfi. Aldrei. Nei, þú nærðir það rétt, ef álagið ekki hreint allstaðar eins, þá nærðir náttúrulega ekki jöfnum straum allstaðar, það er vitamál. Og hleðstu tækin sem að koma núna eru 32 ampere innfasa í stórum stíl. Og allt leggst á núlli. Nú veit ég til þess að í tækniskilmálum hjá rafveitum, þá bæði, eða kannski ekki þessum sem síðan 2009 heldur í drögunum sem voru sem hefur verið senda á flesta hagsmunaaðila, þar fara þeir að setja takmarkanir á stærðir á hleðslustöðvar sem eru almennt tengt í, þannig að það þarf að hafa samband við og það á að fara í stærri stöðvar til þess að þeir geta brugðist við því einmitt með því að ræðu kerfið þeirra við þetta. Eða þau eru að fara út í eitthvað framkvæmdir, þá þarf að fresta því að setja í þessa stöð þangað til að búið að gera lagfæringar í dreifikerfinu. En þá alltaf kerfin, eins og þú veist sjálfur, að kerfin eru hönnuð fyrir mörgum árum síðan. Það hugtaka hleðslulega rafbíla var ekki til þegar flest kerfin voru hönnuð og við heyrum alveg að því að það fáum fyrirspurnir út í það hvort það veitum megi bara að segja nei. Því að fólk á rétt á að fá rafmagn, en það er náttúrulega, fólk á náttúrulega rétt á að fá rafmagn, en það er náttúrulega kerfið þarf að geta borið það og ef þú farið þessa stækkuna heimtök á þess að dreifið á þolið þá náttúrulega eftir smá tíma missa allir rafmagnið. Það getur bara að þú fáið ekki að hlaða á 2 klukkutímum í staðinn fyrir 4. Það er ýmislegt í þessu og þetta er í stöður í þróun og flestir heitum mælamálin sem eru mikið kappaðum og það eru margir punktar á þessu. Við í rafmagnsörygginu erum ekki með mælamálin okkar, þannig við getum lítið svarað það, en Hvenær hefur þú eftirlit með Orkustofnun sem gaf út þessa virkjun? Orkustofnun heyrir náttúrulega undir ráðuneyti sem er með Orkustofnun. Það er þeir gefa út náttúrulega bara leiðbeiningar út frá sinni reglugerð og sínum lögum, eins og við gefum út leiðbeiningar frá okkar reglugerðum og lögum, en oftast tæknin á undan regluverkinu, þannig að það þarf að aðlaga þá regluverki að þeirri tækni sem er í gangi og ég til nú að vita að það er vinna í gangi í þessu bæði að aðlaga að þessu, svo að sé ekki annarkvart allt opið, allt lokað. Þessar leiðbeiningar áttu að vera komnar út fyrir 5-10 árum, en ekki komnar enn í dag. Það nú ennþá verið að finna lausnina líka í Evrópu, þannig að það ekki ennþá komið þar, við erum ekki einu sem standi í þessu með rafbílahleðslunar og mælana. Með það sé á hreinu. Mittmælar eru búin að vera til í 15 ár. Já, mittmælar eru búin að vera til í 15 ár, en mittmælar hafa ekki verið, hleðslunar rafbíl hefur ekki verið til í 15 ár og reglugerðina sem það eru samdar í kringu það og tilmæli hafa ekki tekið mið af því þar sem þessi tæknin er undan regluverkinu. En regluverki næri yfirleitt tækni fyrir rest, þannig að þetta er smá, eins og maður segir, upplösnar ástandi í upphafi, en þetta fær passar og lausn, trúi ég á. Það sem tengi sem getur haft við fyrir Orkustofnun í þessu. Ég get lítið saman fyrir því, það sem ég vinn ekki í Orkustofnun. Nei, HMS ætti að gera það. Já, þetta er mætti segja systurstofnunir sem slíkt, sko, en þeir eru með, við erum með rafmagnsöryggi meðan þeir eru með raforkuframleiðslu og afhendingu og sölu, og meðan hjá okkur er mælaeftirlitið sem kemur frá Neytendastofu, sem var náttúrulega ekki innan Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar fyrir bara nýlega. En það er alltaf svona. Það er alltaf tæknin er alltaf undir regluverkinu, það núna er eitt af því sem hefur komið inn, kannski gott að það er eins og með sjálfurinn, þegar þau voru fyrst að koma, þá myndi menn ekki sjá þetta neins staðar í þessu út af því að það var ekki að treysta þessu, það var ekki að treysta þetta færi út, en nú eru sjálfurinn að fara að verða jafnvel að aðalvörum í húsnæðum út af því að það er að treysta það meira heldur en einu. Því að það er að fara að breyta til dæmis í tæknilega tekniskjólunum hvað má vera sem stoppar og aðvar. Er búið að samþykkja sé-öryggi í íbúðarhúsi? Er HMS búin að samþykkja það? HMS... Þetta núna? Sko, það er svona, sámesskilninga, það er ekki það sem við samþykkjum, það er hvað við gerum athugasemdir við. Við gerum alltaf athugasemdir út frá þeim stöðlum og þeim reglum sem eru í gildi. Það er sem stendur í reglugerðinni og þú átt að nota búnað við hæfi.
Það telst seint við hæfi að nota sérvar þar sem getur þetta Það bíða. er ekki banna. Það ef að útleysiskilyrðin er til staðar, ef það verður skapleg, eða verður þannig atvik að útleysiskilyrðin eru til staðar, þá er ekkert að banna búnað til notkunar sem er hæfur til sölu og notkunar á svæðinu. Það er aftur á móti hönnuðinni þurfa að velja réttan búnað miðað við notkunina. Þú getur, ef þú setur sévar, þá þarftu að hafa ákveðna rökstuðning fyrir akkur notar sévar í staðinn fyrir bévar, annað heldur en það var ódýrara. Þannig að þú þarft að hanna raflögnina miðað við ætlaða notkun og flestir hafa alltaf smá svigrúm til þess að bæta við seinna meira og það ekki hvort það samtíkst fyrir akkúrat í reglum það eiga að gera það en þú átt alltaf miðað við hönnunina, miðað við notkunina, bæði upp á sem kemur mikið með rafbílna ef að lögnin er ekki hönnun fyrir rafbíl þá þarf að fara eitthvað breytingar, þú bara skellir ekki upp rafbílhleðslu og bara vonar það besta og þarf alltaf að skoða hver er hönnunin, hvernig eru aðstæðurnar hverju sinni. En eins og ég sé þessa mynd sem þú ert að tala það sem ekkert séfur og jafnvel 25 ampere á ljósalögnum, það sem notað í Evrópu. Á Íslandi eru settar ákveðnar kvaðir til dæmis hvernig bílastur sofa má nota í ljósatenglarum í greinum sviði. Nú er það bara nú notar ekki AC-liðar lengur því að þeir mettast út af DC-lekanum sem er innbyggður í flest tæki sem að spennubreyta. Öll LED-ljós leka ákveðið mikið af DC nema að séu einhver aðskilnaðsspennir. Rafbílahleðslan getur lekið mikið af DC, þess vegna er sett þessi krafa auka útlýsibúnaðar og það eru bílaframleiðendur sem setja með þessu í staðalinn að þau vilja hafa þennan varbúnað, þau vilja ekki að útleysing á bæði þetta sé aðskilið frá venjulegu neysluveitinu og þau vilja ekki að hleðsla bíla sé að slá út í miðri hleðslu út því það getur skemmt rafhlöðu. Það skemmir ekki kannski í fyrsta skipti eða annað skipti en það með svona bílarnir þá vilja þeir láta slá út einum bíl sér að það ekki einn bíl sé að skemma fyrir öðrum og það að óþétt útiljós sé ekki að skemma dýra rafmagnsbíl. Og við segjum alltaf hafðu frekar varbúnað en eins góð og getur þú ert að eyða þú ert að kaupa rafmagnsbíl fyrir 20 milljóna en þú vilt ekki eyða kannski 100 skall í varbúnað, 100 skall meira. Hleðslustöðin kostar ágætlega mikið í dag en vinnan hjá rafverktakanum og varbúnaðinn hann er ódýrastur af þessum stóra pakka. Þannig að við beinum fólki frekar að spá í það framtíðarnotkuninni og ekki henda krónunni fyrir aurinn. Þannig að notkun á sérvörum er orðið matskennt fyrir hönnuði og rafverktaka. Leiðbeiningar sem við náttúrulega megum ekki banna notkun á búnaði sem er leyfður til sölu og notkunar á þessu svæði á Íslandi. En það er þetta í reglugerð komin náttúrulega takmarkanir á hvar þú mátt nota þennan búnað og það er eins og í dag, þá er ekki komin einn takmörkun á hvar þú mátt nota sévar eða D-var í venjulegri neysluveiti. Það er náttúrulega mælt með því að nota D-var til þess að vera með sem fljótasta útleysing þegar það þarf minni straum til að slá út nánast samstundis og því tregara var sem nota því þú ert að minnka öryggi með því þótt þú sést kannski að tryggja betri rekstur með búnað sem slá frút en þá spurningin getur ekki þá frekar aðskilið þannig búnað sem þarf sévari frá greininni sem er á B-varinu. En já, mér sýnst því sem búið með tíman þannig að annars það er allt þetta á sambandi okkur, þetta setjum við tölvupost, þetta ringi okkur. Ég þakka áverðina. Já, takk fyrir.